nú ekki vera að fara vel í Akureyringa. Þessi leiktími virðist nú ekki vera að fara vel í Akureyringa. Fáir mættir. Númer 4 Markus Stefánsson, númer 7 Dagur Aðalsson, númer 11 Sigurbergur Sveinsson, númer 15 Brynjar Karl Gústason, númer 17 Daniel Griffin, númer 21 Elliði Viðarsson, númer 22 Friðrik Jónsson, númer 23 Theodór Sigurbjörnsson, númer 24 Ágúst Gretarsson, númer 34 Agnar Jónsson, númer 46 Kári Kristjánsson og númer 73 Grétar Eyþórsson. Þjálfari IBVF Arnar Pétursson og aðstoðarmaður Sigurður Bragason. Liðið heimanna gott fólk númer 1 Tómas Ólason. Númer 21 Arnar Þór Fylkisson. Númer 2 Andri Snær Stefánsson. Númer 4 Patrekur Stefánsson. Númer 8 Garðar Már Jónsson. Númer 9 Ígor Kopinski. Númer 13 Arnór Þorri Þorsteinsson. Númer 14 Birgir Guðlaugsson. Númer 15 Friðrik Svaðarsson. Númer 18 Arnþór Geir Grímsson. Númer 19 Kristján Orri Jóhannsson. Númer 20 Róbert Sigurðarsson. Númer 23 Karoli Stroppus. Númer 88 Vindanga Stúmsíus. Og númer 24 Daði Jónsson. Þjálfari Akureyringa Sólasverðin Andreas Jakobsson og til aðstoðar Ingimundur Ingimundarsson. Dómari í lag þeir Ragnar Mikkel Rónis og Þórleifur Árni Björnsson. Takk fyrir og góð skemmtun. Já, góðan daginn, góðir áhorfendur, velkomin hingað á Akureyri Hand TV. Hér að fara í gang leikur heimamanna gegn IBVF í 12. umferð Ólisdeildarinnar. Það eru gestirnir sem byrja með boltann, þeir eru með svona hefðbundna liðsuppstillingu. Þar sem að Dagur Arnarsson er á miðjunni, Sigurbergur Sveinsson og Theodór Sigurbjörnsson eru fyrir utan. Þá er Kristján á línunni, Sigurbergur byrjar þetta með laumu í hornið og þeir Ágúst Emil Gretarsson og Grétar Þór Eyþórsson í hornunum og Kolbeinn Aron í rammanum. Lið Akureyrar er eins og það hefur verið í undanförnum leikjum
Patrekur Stefansson er að miðjunu kom inn þegar Sissi og Binni meiddust, hefur staðið sér mjög vel. Stropus í loftið, glæsilegt mark 1-1. Það fer vel að stað. Akureyri í sínu hefðbundnu 6-0. Theodór með skot sem að Tómas verður glæsilega, vel gert. Koma heimamenn, Stropus aftur. Stropus er markaðasti leikmaður Akureyri á leiktiðinu með 50 mörk í 11 leikjum eða 4,5 mark í leik. Og næst koma þeir Andri Snær og Mynd Ágæðs með 44 mörk hvor. Og það er, eins og ég segja, hefðbundin sóknarlína hjá Akureyringum. Myndi hægra megin, Stropus vinstra megin, Andri Snær í vinstra horninu, Kristján Orri í hægra horninu og Frikki á línunni. Þarna verður nú eitthvað atvikinn á línunni sem var held ég alveg óvart. En enga síður 2 mínútur, Brynjar Karl Óskarsson einhvern veginn raks í andlitið á Friðrik og fær fyrir það 2 mínútur. Svona getur bara gerst. Engin ilska í þessu. Held ég farið með rétt mál að Brynjar Karl sem er í 3. flokki í IBVF og það eru 4 strákar í 3. flokki í hópnum í IBVF sem er magnað. Fótið dendur á Stropus, óöppinn hana. Ítla farið með sókn einu fleiri. Það koma gestirnir. Vestmannaeyingar fóru vel að stað í deildinni í byrjun vetrar og fengu 9 stiga í 6 fyrstu leikjunum sínum en síðan kom eitthvað einkennilegt rönn hjá þeim sem er töpu 4 leikjum í röð. En unnu svo síðasta leik á móti Fram heima, samfærandi 37-29. Sigurbergur, Kári, Theodór, Dagur, mikið klippingar og erfitt að eiga við Kára Kristján á línunni. Hann notar hvert einasta kíló og alla sína reynslu til þess að búa sér til svæðið og er góður í því. 2-1 er gestina. Andri Snær, Patrekur, Stropus hleypir fyrir Mynda. Myndi hérna, las þetta vel. Hörkuvörn hjá IBVF einu færri. Gengur illa að opna á þó þau síðan 6-5. Patrekur, Myndi í loftið. Hræðilega sendingu, við erum hefnir hérna. Höldum boltanum. Þetta er vandræðalegur sóknarleikur, það getur mikið opnað á einu fleiri, þá býði ekki í það einu jafn margir. Hann opnur fyrir Kristján Orra, það er mark, það er bara mark. Hann skora hann annars aftan þegar hann fyrir í gegn. Gaman að því að við erum með 2 bestu, ef ekki 2 bestu hægri hornamenn landsins hérna á vellinum. Í mínum að til Kristján Orri í hægri horninu hjá Akureyringum og Theodór Sigurbjörnsson sem er auðvitað upplæði hornamaður í IBVF en spilar hérna fyrir utan. Fjölhæfur leikmaður og ótrúlega góður leikmaður enda langmarkastur í deildinni með 106 mörk 11 leikjum. Sigurbergur með skottu kyrstöðu, Tómas Ver. Vel gert til Tómas í staðan 2-2. Patrekur opna fyrir Mynda. Erfið sending og Myndi missir hann í fótinn á sér. Koma gestirnir í seinni Theodór, Sigurbergur, þeir allt og auðvitað að finna Kára, hann var víti og gullspjald á Róbert. Hárréttudómur. Það er erfitt að eiga við Kára, það þurfa helst að vera 2 á honum. Þarna fekk reynda Sigurbergur allt og mikið tíma til þess að alltaf séu að senda svo boltan. Theodór á punktinu á móti Tómasi. Skorar á öryggi, setur hann yfir öxlina á Tómasi. Theodór er komin í 107 mörk í deildinni og næsti leikmaður er með 80 mörk, hann er langmarkaðastur. Finnur Ingi í Gróttumaður er með 80 mörk. Ótrúlega góður leikmaður. Patrekur, tökum við Kairó. Myndi, Stropus,
vel gert. Fín vörn hjá gestunum. Patrikur stillir upp í Kairó, Tími Frikki. Stroppus, hann vel opna glæsilega spilað, en Kolbeinn Aron sér hann við Kristjáni. Gult spjald á Sindismi Sigurberg. Fyrir eitthvað sem ég sá ekki. En Kolbeinn Aron varði hérna frá Kristjáni Palli. Oft erfitt fyrir hornamenn að fara inn á móti svona stórum, hávaxnum markmönnum. Þeir gerir mönnum erfitt að taka á hausinn eða vippa og hann gerði svona að loka þarna Kristján Orra. Koma gestirnir, Sigurbergur, Theodor, flott marka Theodor, annað marki hans í leiknum. Frumað þetta í nærhornið. Þó hann sé að upplægi hægri hornamaður, þá er hann örugglega með betri skiptum landsins líka. Segir svolítið hvað hann er fjölhæfur og við kastum boltanum beint út af. Sóknarleikurinn klaufalegur og styrður hjá okkar mönnum svona til að byrja með og vonum að það þeir ná að smyrja þessa vél eitthvað. Á meðan að Vestmannaeyingar ógna hreinlega úr öllum stöðum. Báðar skipturnar mjög ógnandi, Kári alltaf laus á línunni. Og svo erum við góða slúttara í hornunum. Sigurbergur. Það er gott að þeir gera mistök líka. Sigurbergur kastar boltanum út af. Komið við seinni bylgjuna. Svolítið lengi að koma okkur fram finnst mér. Patrikur ræðst á þetta, fríkast. Hávaxin vörn hjá gestunum. Sjálfsögðu góðkunningi okkar Akureyringa í hjarta varnarinnar hjá gestunum. Magnús Stefánsson úr Fagraskógi. Þarna var sem nú brotið á Stroppusi en IBF kemst inn í boltann. Theodor á móti Tómasi. Tómas sér við honum. Það er eins og allir leikmenn sem ég hrósa, þeir klikkar hérna. En vel gert hjá Tómasi. Ekki oft sem að sé Theodor klikka maður á móti manni. Það var hreinlega mjög sjálfgert. En gott ef að Tómas er í stuði. Setjum við kerfi í gang, mikið klippingar. Þetta er með ólíkindum. IBF kemur í seinni bylgjuna. Og glæsilega slúta hjá Ágúst Emil. Mynd Ágúst búinn að eiga fullmarga fyrsendingar fyrir minn smekk. Langa sendingar, 15 metra sendingar vertu völlin beint í hendunar á IBF. Þetta er sorglegt að horfa á það. Eitthvað sem við hefum ekki efna á móti góður hraðarpluslið eins og IBF. Staðan er 5-2. Þegar Sverre Jakobsen tekur leikhlé. Nú þó að Akureyri hafi spilað vel í undanfarna leikjum þá erum við samt á botninum með 7 stig. En það er stutt í liði fyrir ofan þar sem að Grótta fram á Stjarnan er með 9. Vestmannaeyingar er svo með 11 stig eftir 11 leiki. Þannig að það væri mjög mikilvægt að vinna hér í dag þar sem að Grótta fram eru búin með einu leik fleiri heldur en heimamenn og það væri gott að jafna þau stigum. Koma sér upp úr hinu óeftirsótta botnsæti. Nú eins og allir vita það er töluvert meiðsli í herbúðum Akureyringa. Bergvin Gíslason, besti leikmaður okkar síðasta tímabili, náttúrulega meiddur, kemur vonandi fljótlega eftir áramótin. Brynjar Gretarsson meiddist illa á hnéum daginn. Ingimundur Ingimundarsson er ekki klár ennþá. Sigþór Heimisson, miðjumaður okkar, er einnig fjarverandi í einhverja vikur. Þannig að menn hafa þetta þjapað sér saman að hafa gert það, en það er svo sem ekki smá leikmaður heldur sem vantar í liði IBF. Robert Aron Hofstedt
meiddist illa í annar umferð, hann braut bátsbein á móti að minni með Haukum. Og hann kemur ekki til leiks fyrir en sennilega eftir EM í Fraklandi í janúar. En þetta þvílík vörn sem IBA fyrir að spila, myndi með skot sem varið. Kolbeinn Aron að slæma hendi í boltan. Þá koma gestirnir, alltaf ógnandi. Já, fær hann vítakast. Mér fannst hann alveg að fá frítt skot. En svo gefur hann gult spjald fyrir að vera inn í teig. Ég skil nú ekki alveg svona dómgæslu. Ég hef aldrei vitað að sé gult spjald fyrir að vera inn í teig, en það er vítakast. Sjáum hvað Tómas gerir á móti Theodor. Já, skorar hann miklu öryggi. Settur hann rétt undir þverslána. Kemur gestunum í 6-2. Það er ágefni að vera búið að skora 2 mörk á 10 mínútum og það er að vera búin að vera einu fleiri í tvær þeirra. Þá fara gestirnir í 5-1 vörn sem er kannski áhugavert í ljósi þess að vörnin hefur gengið frábærlega en Arnar Pétursson veit alveg hvað hann er að gera. Já, heimamenn eiga engin svör við varnarleikni með IBA, þeir eru miklu grimmari. En gult spjald á Theodor. Mér finnst algjört ráðaleysi hjá heimamönnum, þegar menn spila 5-1 þá þarf eitthvað að gerast, þá þarf að koma hornaleysing eða línumaður að blokka Indianana eitthvað, það er ekkert að gerast. Jæja, hann náðu að opna þetta, það var vel gert, gott mark, Stropus skorar, langt senna heimamenn hafa skorað, 6-3. Theodor á loftið, Tómas Ver. Þeir eru ekkert feimni við að fara í skoti alveg upp úr þurru, gestirnir. Og myndi, það er fríkast, skellir þarna með nakkan í gólfið. Tíminn stoppar, vonaðum að þetta sé ekki alvarlegt. Já, það er Theodor og Sigurbergur, þeir koma á vörnina og ef það er ekki gengið út þá skjóta þeir bara. Þeim er alveg sama hvort það er búið að spila upp á það ekki og það er gengið ágætlega. Og þó klikka á sikkurskotinu, en það er í lagi með mynda, sýnist mér. Nú held ég að nýja reglurnar sé þannig að nú verður hann að fara út af þar sem hann fekk aðlýningu. Þá á hann engar kost á völ nema að fara út af í maður rétt í 3 sóknir. Og þá kemur Garðar Már Jónsson kemur í hægra hornið og Kristján Orri fyrir utan. Mynd ákvæðs hefði fengið að vera inn á vellinum ef að dómarinn hefði refsað leikmanninu fyrir brotið. Með gulu spjaldi á 2 mínútum, en svo var ekki. Þannig að hann þarf að hvíla í 3 sóknir. Leikbjörn komin í gang aftur. Arnór Þorri komin á miðuna. Patrik við fara að hvíla og Arnór Þorri Þorsteinsson kemur á miðjuna, ungur strákur, Akureyringur. Uppalinn í Þór, Stropus, Kristján. Já, með erfið skot hann í loftinu, grípir boltann í loftinu og skýtur strax. En það verður að hrósa vörnin í IBA, þeir eru alveg ótrúlega grimmir og ætla ekki að gefa Akureyringunni. Hending komin upp, það eigum við 6 hendingar úr að móða. 3 þeirra búnar sýnist mér. Þannig við höfum 3 sendingar eftir ef við ógnum á markið. Kristján í loftið, skota löngu færi, boltinn aftur fyrir og það er yngast við endalínuna. Andri Snær, Stropus. Þetta er vandrarlegt að vera að skjóta Stropus, hangi þetta í Stropusi. Vítakast, brotið á Kristjáni og 2 mínútur á Brynjar Karl Óskarsson. Ég veist að það nú frekar saklaust brot en 2 mínútur enga síður. Hann er þá búinn að fá tvisvar 2 mínútur og aðeins 12 mínútur búinn að leiknum. Ágefni fyrir hann. Kristján Orri skorar, það verður ekki.
Minka munin í 6-4 og heimamenn ennur fleiri í næstu 2 mínútur. Það kemur Dagur vinstra megin, Sigurbergur á miðjunni, þeir vænta að leika kerfi í gang, þannig að Dagur endi aftur á miðjunni. Á að taka Kæró, Kári Kristján, Dagur kemur á miðjuna, Sigurbergur. Þetta er eitthvað kerfi sem spila einu fari á. Gull spjald á Strómpusami sýnist. Braut þarna Kára, Kári mikill reynslu bolti og þegar svona klass er þá er hann ekki lengi að henda sér niður. Hann hefur líka respekt hjá dómurunum og ofta er hann ekki fær hann aðeins út á það. Þetta var réttu dómur enga síður. Dagur. IBVF eru með 6 sóknarmenn og engan í markinu, þannig að ef Akureyri kann á boltanum þá er markið tómt, en þeir tekst þarna að opna hægra hornið og Ágúst Emil skorar þetta annað mark. Vel spilað IBVF. Koma Akureyri. Arnór Þorri ennþá á miðjunni, Kristján Orri hægra megin, Stroppus vinstra megin. Það vel spilað að opna fyrir Garðar, Garðar fyrir inn og skorar, vel gert Garðar. Glæsilegt. Garðar og Arnór Þorri voru í ellínunni hérna fyrir vikunni, á þriðjudaginn fór fram leikur í fyrstu deildinni, ungmennalið Akureyri á móti Hömrunum sem er líka lið hérna frá Akureyri, þar sem eru mikið af gömlum kempum eins og Heimir Árnason og Jónatan Magnússon og fleiri góðir. Og það spiluðu Garðar og Arnór mjög vel, en enginn þó betur á mínum mati heldur en Arnar Þór Fylkis á markmaður Akureyri hann heila fór á kostum. Koma IBVF, klippa, vel gert Kristján. Glæsileg vörn. Nú er svona sami vilji að detta í vörninni hjá heimamönnum eins og hefur verið hjá gestunum hingað til. Menn ætla sér hreinlega ekki að hleypa neinum í gegn. Koma Eyjamenn. Sigurbergur, eins og að drekka vatn, skýtur yfir hausinn á Róberti. Þó að Róbert sé hátt í 2 metra hæð, þá skýtur hann samt yfir hann. IBVF spilar svona 5+1 vörn, spilar mjög framalega. Elliði Snær Viðarsson spilar þarna mjög framalega og truflar leikinn hjá Akureyringum. Þarna fær Theodór 2 mínútur vítakastur í Klaufanes brot. Vel spilað hjá heimamönnum. Friðrik hefur verið að sækja sér veðri í vetur fyrst mér. Hefur verið mjög öflugur. Hefur bætt hjá sér slúttinn og varnarvinna sömuleiðis. Búinn að skora 30 mörk í 11 leikjum. Kristján Orri með vítakastið. Skoraði miklu öryggi. Þeir gutt fyrir feik. Sendi Kolbinn í vitlaust horn og laumarunum í hittornið. Vel gert Kristján Orri. Staðan 8-5. Að gera gestirnir breytingu. Agnar Smári Jónsson kemur hérna hægra megin. Agnar Smári uppalinn valsari fyrir rétt með. Svona skemmtilegu leikmaður og skemmtilegu karakter en Agnar Smári, hann svona típa sem að getur klára leiki hvort sem er með sigri eða tapi. Hann er aldrei ragur, alltaf til í að skjóta. Mikið klippingar og glæsileg sending inn á línuna. Tók þetta bara sénsinn að myndi hitta Sigurberg og gerði það. Sigurberg skorar öryggi, 9-6. Arnór Þóri Viðar hann í gegn, glæsilega gert. Hann er ótrúlega fylginn sér þessi drengur, nautsterkur og gríðarlega mikill vilji í honum. Hendi sér hann í gegn og skorar glæsilegt mark. Minkamunin í 2 mörk, hörkuleikur í gangi. IBVF átt frumkvæði allan leikinn en Akureyri er alltaf svona að hanga í þeim. Tækja markamunin núna.
Kári trubbar hann á kerfið, kemur framanlega. Dagur, Sigurbergur, á flott vörn. Róbert heppinn hann að fá ekki þörmyndur. Lendi svona aftan í Sigurbergi en slapp með þetta. Það er rosaleg barátta í ganginn á línunni á milli Strópusar og Róbert annars vegar og Kára Kristjáns hins vegar. Sigurbergur, já, Strópus ver frá honum skotið. Sigurbergur brýtur sig á Garðari. Kemur Arnór. Já, hann fer bara á það. Jæja. Allt til að láta vaða. Skotið ekki nægilega gott. Já, það er eiginlega full vinna að fylgjast með slagsmálunum inn á línunni á milli Kára Kristjáns og varnarmannanna. Þetta er bara fyrir fullorðna og örugglega mikið eftir að ganga á þarna í allan dag. Kemur Kári, tekur hringekjuna, Tetti, Dagur fyrir Róbert. Róbert er svona á gráu svæði en gerir þetta vel. Sama kerfi aftur, segir Sigurbergur. Theodór, Dagur fyrir Róbert í loftið, finnur Kára. Kári er allt og laus þarna. Vá, hann er munnið Inga Tómas gerir hreinrægt að sjálfsmark. Varði skotið vel en raks svo í boltan. Tómas búinn að vera flottur í dag. Arnór Þór ennþá á miðjunni. Mynd Ákas hefur ekki komið aftur inn á. Spurning hvort hann er slappur í hausnum eða hvað. Sóknin hefur svona gengið fínt, það er ekki það? Já. Leiðið sagði það, hann ætlaði að köstuðu boltanum út af. Arnór Þór skiptir í vörn og sókn við Róbert. Langt síðan að síðasta markleið dagsins ljós, það hann ennþá 9-7 fyrir gestina. Vel spilað og Theodór sækir hann að víti. Hárréttur dómur, Andri Snær fór hann í teginn til að verjast. En vel gert hjá Grétari Þór hvernig hann ógnaði þarna vörnina og galopnaði fyrir Theodór, félaga sinn. Vítakast. Hann er búinn að taka 2 vítakast yfir hægri öxlina á Tómasi. Hvað gerir hann núna? Þriðja skipti á sama stað. 3 víti öll yfir hægri öxlina á Tómasi. Spurningum að fara fyrir Tómas að taka sénsinn og hann gerir það einu sinni enn. 10-7. Mynd Ákas er kominn aftur í skyttuna. Kristján Orri í hornið og Garðar kominn á bekkinn aftur. Arnór Þór ennþá á miðjunni. Tímavörður Íslands vill þarna eitthvað eiga orð við Þorleif dómara. Áfram með leikinn. 10 mínútur eftir fyrir hálfleik. Strópus í loftið. Já. Hammarar hann niður í fjær. Kolbeinn Aron var mættur í hornið en þetta var bara svo fast að hann náði ekki að verja þetta. Vel gert hjá Strópusi. Strópus og Mynd Ákas eru landslistmenn frá Litáen. Strópus spilaði með Víkingum í fyrra en Mynd Ákas kom til landsins í sumar, fyrst skipti. Kemur í BVF sama kerfi á hann. Bytti fyrir Theodór. Já, vel gert hjá vörninni. Theodór er í 2-3 búinn að vilja fá fríkvöst en hefur ekki fengið. Ekki sátt við dómarana. Strópus. Arnór. Já, bolti gengur hratt. Já, vel gert Strópus. Já, fríkast. Dagur vildi fá running en ég hætti það hefur réttu dómur. Runningur í leik segir faðir hans, Arnar Pétursson. Kennir sinni sínu hana. Andri Snær með vondslút í öxlina á Kolbeinni Aroni. Já, Arnar Pétursson vil meina að þetta hefur runningur og lætur son sem vita því.
Þetta er eitthvað kerfi hérna í gang. Eyjamenn. Dagur, Theodór. Grettar kemur úr horninu. Setur hann tilbaka á Sigurberg. Já. Já, býttu nú við, sko. Jæja. Stoppaði leikinn. Fyrsta lagi á Theodór leggja boltan niður. Það geta verið þörmundur, en mynd á kannski heldur ekki að hrinda honum, en það geta líka verið þörmundur. Spurning hvað dómararnir gera. Það voru áttu báðir sök á þessu hana, hvernig fór. Þá er það stór tíðindi. Andri Snær fer á bekkinn og inn á kemur nýr leikmaður sem að Akureyri fekk til liðsins fyrir 2-3 vikur síðan, Igor Kovsníski. Kominn í vinstra horni, það má eiginlega segja að Andri hafi spilað alveg gríðarlega vel eftir að hann kom til liðsins, hann Igor, og hann hefur heimlega ekki fengið sénsinn ennþá. Þannig að það verður gaman að sjá hvernig hann kemur inn í það. Enn er fyrirsetningin og Dagur kemur og setur hann í hraðhlaupi. Klauvalegt hjá heimamönnum. Koma heimamenn. Opna þetta fyrir Strópus. Já, þeir ganga hart fram. Heldur betur. En Igor er landsliðsmaður frá Úkraínu. Þá setja heimamenn í gang aftur. En kemur Frikki. Sjáum að bæði lið er að spila sömu vörnina. Það er að Kæra og tekja þessi línumanni kemur svona langt út. Gengur bakvörðurinn út og stoppa kerfið. Það er bæði lið að gera þetta. Arnar Pétursson allt annað en sáttur. Dómarinn dæmir horn. Ég er nú ekki viss þetta hefur rétt dómur. Mér fannst boltinn bara að fara beint út af, þannig ég held að markmaðurinn ætti hann. Kolbeinn Aron hélt það gerðinlega líka, en við fáum boltann og Arnar Pétursson fær guldspjald. Ekkert sérstaklega sáttur. Það verður gaman að sjá Kristján Orri í lofti, glæsilegt mark. Það vill sanna, hann er ekkert síður í skipta heldur en Theodór. Hornamennirnir keppast hérna að sína hæfileika sína. Mikið af ótrúlega góðu leikmönnum í báðum liðum. Og íslensku handbolti í raun og veru bara á góðum stað. Við sáum það hjá Valsmönnum í gær þegar þeir tóku Haslum frá Nóri í kennslustund í Valsheimilinu, þannig að það er hörku handbolti í gangi hérna á landinu. Sigurbergur, Theodór. Já, vörnin hjá Akureyri er alveg til mikilvægt fyrirmyndar, glæsileg vörn, en nú galopnast það, já, þvílík barátta hjá Kristjáni. Ég held að Kári væri búinn að opna sér leið hérna, en þá kom Kristján fljúgandi og náði boltanum. Hrunningur. Þetta fannst mér, já, mér fannst hann nú ekki verið búinn að ná sér stöðu, hann kom á ferðin í hana, en þetta er ekki auðvelt að dæma svona. Hrunningur dendur. Það mynda á gas. Tekur Arnar Pétursson leikhlé. Mikið í gangi í þessum leik, staðan 11-9 fyrir gestina. Mér fannst IPVF-vörnin spila frábærlega fyrstu svona 10-12 mínútur þar, en síðan þá finnst mér Akureyri-vörnin að tekið við. Gríðarleg stemning í liðinu og góð barátta og jafn leikur. Skemmtilegu leikur í gangi. Eins og ég nefndi á þann, þá er Igor kominn í vinstra hornið, Igor Kovsníski og landsliðsmaður frá Úkraínu, og hann er búinn að vera í hópnum í síðustu 2 leikjum, en ég held ég farið með rétt mann, hann hefur ekkert spilað ennþá fyrir núna. Það var reyndar vafamál fyrir leikinn hvort að Andri Snær yrði með, hann er tæpur á hæl eða ökla
og mér sýnist eins og það sé eitthvað að hrjákallinn. Ef að Stálmúsin kvartar þá er líklega beinbrot að ræða, hann bara þannig karakter. En ég hef heyrt vel að látið af Ígori á æfingum, hann sé með flottar hreyfingar og góður handboltamaður, þannig að þetta verður spennandi að sjá. Hann getur líka leyst hérna úr miðjumannstöðuna, en er hérna vinstra horninu. Koma Eyjamenn. Slagurinn á línunni heldur áfram, við sjáum þarna, menn standa þarna bara eins og í göttubarða. Dagur, opna fyrir Kára. Já, vel brotið á Róberti. Það Róbert get ekki kvartað yfir þessu, hann sló í hendina á Kára. Bara getur þið sáttu við það að hann á boltanum allavega. Sigurbergur, Dagur. Já, það var ekki, já, þetta fannst mér nú að vera fótur, en hvertum ekki því, Kristján skorar. Dagur ætlaði að setja boltaninn á línuna og beint í löppina á Róberti fyrir neðan hné, þannig að það ætti að vera dæmdur fótur. Alls ekki 2 mínútur samt þess að Róbert stóð bara kjur og gæti ekkert setti löppina ekki út, en engur sér allt þetta að vera fótur. Herru, já, IBV fer að gera endalaust tækni fyrir núna, missa hérna boltan og við komum að ferja inn í Ígor á fyrsta skoti hans. Já, vel gert. Ég ætlaði að fara að neyslast á þessu skoti á Ígor, en þetta var við sending sem búttu við, þetta var ekki smá langt framjá. Frumaranum á Kristján Orra hinn á horninu sem að skorar er að vera tómt markið. Glæsilegt, það er allt að gerast. Húsið er að taka við sér, mikil stemning í húsinu, staðan 11-11 og það er meðbyr með heimamennu núna. IBV, það gengur illa að fara í gegnum vörnina, já þetta er rétt. Friðrik gefur hérna Degi hressilegt högg í bringuna. Full hressilegt að mati Ramúnas dómara og ég er sammála honum, þetta voru 2 mínútur. Það kemur Magnús Stefánsson inn á miðjuna. Það er gestunum. Sigurbergur, já, Theodór, stöngin inn, glæsilegt mark. Kemur gestunum. Fórustu, heimamenn eru einu manni færri. Þeir taka Tómas út af til að vera með 6 sóknarmenn og engan það í markinu. Patrekur kemur á miðjuna og fjarveru Frikar, þá kemur Arnþór Gylfi Finnsson inn á línuna. Strákur sem er líka að spila með ungmennalið, Akureyrar, ungur og efnilegur strákur. Patrekur vinstra megin, Strópursson miðjunni. Nú mega menn ekki gera mistök og missa bolta vegna þess að það er enginn í markinu. Patrekur. Þá leipur Kristján Orri út af og svo Tómas komist í markið. Strópus vill fá okkar meira. Ramúnas dómari vill meina að Strópus hafi klemt þarna hendina á Agnaris bara. Kemur Kristján Orri aftur inn í horn. Leikir er fyrir gang, Patrekur. Strópus, nei, nú er, já! Þvílíkt mark. Strópus lyftir sér upp hægra megin og gjörsamlega klínir boltanum í samskeytin. Óverjandi fyrir Kolbeinn Ara. Ánægilegt að sjá að Strópus er að vera betri með hverju leiknum sem líður. Akureyringar einu færri í vörninni. Róbert stýrir í svona miðinni. Já. Þarna hélt Kári Kristján með vinstri hendinni gjörsamlega í treyjuna hjá Myndhákas með vinstri hendinni og greip alltaf með hægri og fekk svo vítakast. Hann notar öll trikk sín í bókinni til þess að búa sér til svæði og er góður í. En það væri hann ekki í landsliðinu og hann er ekki góður í. Þá kemur Arnar Þór Fylkisson sem ég nefndi að hann var til stórleik þetta þriðjudaginn. Ég held hann verði í þetta víti, ég vissu það. Nei, hann tekur bara 4. skipti á sama stað. Óverjandi, glæsilegt vítakast. Magnaður leikmaður. Arnar sé ekki ennþá búinn að fatta að bolti fór inn í markið, þetta á svo fast. Yfir hægri lögslun á honum, 4. víti í röð sem tekur á sama stað. 1,5 mínútu eftir. Gestirnir leiða með einu marki. Nú erum við konum með saman lið og byrjaði leikinn nema Ígor er í horninu fyrir andra. Myndhákas gerir árás, fær ekki fríkast, skot í stöngina. Mátlaust skot, Dagur. Já, þetta er nú bara sennilega mestur unnuglu sem ég séð. Ég er búinn að horfa á handbolta í 30 eitthvað ár. Agnar Smári hérna stekkur bara upp á Patrek. Myndi í loftið.
Fríkast. Þarna vildi ekki IBVF fá running. Bæði lið svona kannski aðeins mikið að velta sér upp úr ákvörðunum dómarana. Það hefur ekkert upp á sig. Bekkurinn í IBVF konum með guldspjald, Arnar Pétursson. Þannig að þeir með ekki, þeir verða að passa sig svo þú fá ekki tvær. Hávaxinn miðja, já þeir eru konur í 5-1, gestirnir. Elliði Snær Viðarsson er þarna fyrir framann. Kristján Orri gerir árásina, hann fær fríkast, einhverju vildi hann skref, Arnar Pétursson að passa sig. Elliði Snær og Dagur Arnarsson, verkmenningar eru báðir í U21 landsliðinu hjá Íslandi. Frábæri leikmenn, Patrikur. Já, nú sótarleikurinn orðinn vandræðalegur aftur. Já, þvílík barátta á línunni en ekki dæmt. Þarna vilja heima með varðunning. Markkast. Ég vil nú ekki vera gagnrýna dómara, þeir hafa ekki mikið tök á þessum leik. Patrikur með skot. Rétt að hann á leitinni klárast. Glæsilega varði hjá Kolbeini Aroni. En það verður að segjast þess að vera að dómarinn er í töluverðum vandræðum með að hafa stjórn á þessu og það er eiginlega bæði liðin brjáluð. Og þarna þegar Akureyri misti boltann þá var Friðrik gjörsamlega snúinn í gólfi og gat ekki tekið boltanum og ekki dæmt. Arnar Pétursson á orðið dómarana og lætur að hans heyra það. En flottur leikur, erfitt að dæma þetta og flottur leikur, mikið barátta. 13-12 fyrir gestina í hálfleik. Allir stappar, standa upp og klappi
Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely, living on my own. Come on, baby. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely, living on my own. Sometimes I feel I'm always walking too fast, and everything is coming down on me, I go crazy, oh so crazy. Ég heyri tónlist. Ég heyri tónlist. Þetta er tónlistin úr tölvunni sko. Já, sæl aftur. Þá erum við mættir í seinni hálfleikinn. Ég heiti Geir Kristinn Aðalsteinsson og með mér Pétur Guðjónsson. Gríðarlega góður leikur hér fyrir hálfleikurinn. Bauð upp á góða varnir, fína sóknir, mikið af mistökum og umdelda dóma. En heimamenn byrja með boltan. Já, en Eyjamenn eru nú harðir orðin að taka og láta alveg finna fyrir sér og bæði liður ákveðin, þannig að þetta gerir Já, misjafna dóma en líka pínu skemmtilega leik. mjög skemmtilega leik. Hendin er komin upp. Strópus, Patrekur. Erfitt skot. Kolbeinn Ver. Eyjamenn í sókn. Magnús Stefánsson frá Faraskói slokkar út af. Staðan 12-13 fyrir IBVF. Eyjamenn í sókn. Sigurbergur reynir að koma með línu. Æsilegur Strópus. Velgert. Ekki bara komst hann í sendingu, heldur greipa sendinguna líka. Og veður svo í gegn og fær vítakast. Geggjaðar 8 sekúndur hjá Strópusi. Þvílíkur og sótti svo víti hinum megin. Glæsilega gert. Mjög vel gert. Það var bara Kristján Örvar að skila þessi í netið. Arnar Pétursson enn á nýju ósótti við dómarana. Kannski að verða full mikið að þið góða hjá Arnari. Já, hann hefur alveg látið í sér heyra. Já, menn þurfa stundum að sýna smá virðingu. Kristján Orri. Glæsilegt mark, sláinn inn. Jafnarleikinn. IBVF með sama lið núna, þeir hófu leikinn með Theodor fyrir utan. Og Ágúst Emil í hægra horninu. Tómas er með enninu hana. Sigurbergur vildi fá brot. Já, hann vítt í hann. Það kemur Ígor. Vel gert hjá Ígor, allt nema slútið, vel varið. Þetta er svolítið ping-pong. Já. Eyjamenn stillir aftur. Kári eitthvað að kvartaði dómaranum yfir meðferðina sem að færa hann á línunni. Dagur. Tekinn að mynda, Robert Mistan hann með sér hann myndi mætti í bakkupið. Friðrik hefur haft góða getur á Theodor hann að hérna meginn í hægri skiptunni. Og vörnin í Akureyri hefur verið mjög góð.
Sjáu þið, Robert ver hennan. Glæsileg vörn. Dagur, Sigurbergur. Já, þeir eru að taka erfið skot sem svo við viljum. Droppus. Já, vel stólið þetta en myndin er boltanum að opna fyrir Patrik. Patrikur veður í gegn en dapurt skot. Kolbeinn Ara búinn að verja töluverta skotum, ég er ekki með tölu á þeim. Kemur Magnús, veður í gegn og setur hann. Þrjóskast hann í gegn kallinn. Það er að ganga erfiðlega fyrir okkar menn að komast yfir í þessu leik. Við fengið tækifærin til þess. Kristján Ári í hægra horninu, Mynd Ákast hægra megin, Patrikur á miðjunni, Stroppus vinstra megin og Ígor í horninu og Frikki á línunni. Júka, klipping, Stroppus, opnar fyrir Myndan, Myndi ragur hann, það var opið með 1 og 2. Stroppus, Patrikur, vel spila drengir en ömulegt slúð. Já. Nýta þetta var Skelfilegt slúð. mjög Við erum búin að fara illa með 3 6 metra færi núna á 2 mínútum, þetta er bara dýrt. Íbjöðar fyrir sók, Sigurbergur, Magnús, skokkar út af. Vörnin í okkar mönnum er frábær en sóknin allt í lagi en slúttin eru bara ekki að skila sér. Þetta er klaufaleg. Kolbeinn Ara búinn að spila vel í dag. Vestmanningar eiga náttúrulega geggjaða markmann sem er að lána út í Fraklandi, Stefán Nilsen. Ég held að hann komi aftur tilbaka eftir áramótin. Þannig að þeir eru ekki að flæðiskerstandi með markmenn og svo eru þeir líka með unga stráka bekknum sem er úlingalæðismaður. Tómas Ver Tómas Ver frá Theodor er ekki í hverjum þessi Theodor klikkar á skoti, vel kert Tómas. Það var nú búinn að aðja. Enn á nýdæmaði ruðning. Já. Þetta var minnskostur gráðsvæði. Já. Klaufaleg sem mynda. Það er ennþá slegist inn á línunni, menn henda hverjum öðrum í gólfið. Já, þarna vildi Brynjar Karl á 2 mínútur og henda hann í gólfið. Þekk ekki. Eftir kominu upp. Sigurbergur. Það er ekki að beða hann tvisvar að skjóta. Ég held að Kári Kristján hafa þetta skot. Það er eins og við gefum okkar manna. Já, enn á nýr einar að fá running. Myndi í gegn, fær frikast. Staðan 13-14 fyrir IBVF. Já, nú skulum við fara að skora og komast yfir. Já. Jafna samt. Já, byrjum að því. Þó að segja í senn, en það er svona... Það er ekki, verði í gegn með þá. Nei. Patrikur, Myndi, Magnús kemur fram að liðvörninni, Myndi fyrir átta, Stroppus, finnur Frikka, Frikki búinn að vera geggjaður í dag, 2 mínútur og vindakast. Sigurbergur Sveinsson. Mér finnst Friðrik hafa bætt sinn leik alveg gríðarlega mikið í vetur. Hann hefur verið miklu betri að búa sér til stöður, búa sér til pláss og tuttast í gegn. Það er ekkert auðvelt að stoppa hann ef hann fær boltan, hann er það hrikalega hraustur. Þetta kallaði Frikki axlir. Þá kemur Andri Ísak Sigfússon inn á í marki og frestar sig að verja frá Kristján Orra. Það tekst, hann tekur frákvæmstu og skorar. Smá hætti hérna, jafnar. Já, þessi strákur, Andri Ísak er í U19 ára landsliði Íslands. Gríðarlega mikið efni. En þá taka IBVF markmanninn út af til að geta verið með 6 menn í sókninni þar sem að Sigurbergur er með 2 mínútur. Þannig að markið er opið ef þeir missa boltan. Maggi á miðjunni. Dagur hann er með 2 boltan, markið er opið. Já, Kristján Áli lappar með hann, vel gert. Þetta er nefna hætta hann og tökum markmanninn út af og missir boltan klaufalega. Þá farið markið andlitið. Og Pétur,
Við báðum að myndi jafna og komast yfir og strákarnir lít okkur. Við komum yfir. Já. Og við erum ennþá í mínútu einum fleiri. Já, hörkustemming í húsinu. Það var svona smá slitt yfir áhorfendum í byrjun, en Theodór hlustar ekki á það og veður upp og klínir hann í hornið. Ef hann fær svona flugbraut þá verður það mark. Kemur Arþór Gylfinn á línuna. Frikki fær að blása aðeins. Ég er ánægð með þetta að dreifa aðeins álæginu. Þetta verður jafnt fram á síðustu sekundu. Strópus myndi sjáðu línun og dreif. Jæja, vel gert. Ígor. Já, glæsilegt mark. Við hefðum alveg getað sagt okkur að Pétur þetta er í jafnt vegna þess að leikurinn fyrir vetur í Eyjum. Þá unnu heimamenn með einu marki þegar Sverrir gerði afdrifarík mistök og tók leikli þegar við vorum að skora jafninu markið á síðustu sekundinni. Í fyrra það hefur verið þungt fyrir hann. Já, við spilum 3 leiki í fyrra. 2 þeirra fóru í jafntefli og 1 þeirra vann hýpið upp með einu marki. Þannig að þessi lið bara, þau bjóða bara upp að hálspennuleiki. Síðustu 4 leikir hafa ráðist á síðustu sekundunum. Ég er nokkuð vissum að við reyns hérna í kvöld, hérna í dag. Já, þetta er í öllu falli, þetta er skemmtilegur leikur. Það er alveg, Já, þetta er alveg að fá fyrir penningin hérna. Þetta eru 2 stemningslið sem vilja svona baráttu og smá klikkun. Og áhorfendur í KA-heimilinu vilja það líka, þannig að þetta er allt eins og þetta á að vera. Já, þetta er allt eins og þetta á að vera. Þetta er að fallega við handboltan. Þetta er eins og segir í sálarvæginu, allt eins og það á að vera. Kemur Maggi, ekki svo fljótast á löpunum. Róbert tekur Gretar hann og vinnur hann boltan. Heimamenn vilja bara hendinu upp. Það gera það á KA-heimilinu, upp. gjörsamlega. Þetta er frábært. Já, þetta er frábær vörn. Þeir eru endalaust að pína á því erfið skot. Og Tómas sér þau, það er bara þannig. Nú þurfum við að skjóta með marki. Patrikur. Glæsilega gert hjá Patriki, óheppinn með slútið. Einhver hefði nú getað dæmt víti á þetta en ekki dæmt. Nei, nú þurfum við að fara í vörnina, krakkar. Dagur í loftið og klínir hann. Já. Vel gert hjá Degi. Enn erum við að fara með 6 metra færi, þetta er dýrt. Já, þetta var slæmt í mómentinu líka, búið að æsa áhorfendur upp og komið stemming og að háa vondir að við fáum svona í bakið. Það sem ég sé til Ígors í vinstra horninu, það líst mér vel á hann. Já. Þó hann sé bara búinn að skora 1 mark, hann sér maður alveg, hann er með hreyfingarnar og hann kann leikinn. Ég er nokkuð viss um að hann ætti að reynast okkur mjög vel. Já. Strópus opna fyrir mynda, í gegn, glæsilegt mark. Sóknir er að ganga vel hjá okkur núna, 17-16. Það er allir að skila sínu. Þá fer Maggi aftur á bekkinn og Sigurbergur komið vinstra meginn og Dagur á miðjuna. Sigurbergur reynir að finna Kára. Kári standa langt inn í teig þannig að fekk boltan í dæmt fríkast bara. Hann var búið að brjóta náttúrulega á Kára en þetta var mjög skrítinn dómur vegna þess að Kári var svo langt inn í teig þegar hann fekk boltan. Jæja, hann er búinn að taka 4 víti Pétur og öll yfir hægri öxlina markmanninum. Öll 4. Hvað gerir hann núna? Enn einu sinni á sama stað. Þá fara heimamenn, gestirnir í 5+1 vörnina sína sem þeir gerir líka fyrir áleik. Það sem að Elliði Snær kemur mjög framalega, þá verða skytturnar að sækja aftan, en svona er nákvæmlega svona. Já. Skytturnar verða að sækja inn á miðjuna fyrir aftan hann, vegna þess að þá geta þeir tekið hann úr leik ef boltinn fær svo að ganga. Svona já, vel gert myndi. Vel gert þarna. Þetta er svo rosalega rangudómur, hann stakk niður. Hann lítur bara að hafa mist það í þegar hann stakk niður. Já. Þetta var svo langt frá því að vera skref. Dómarinn var líka alveg hinum inn í salnum. Ég ætla að fullyrða að þetta var rangudómur. Enda eru Sverrir og fleiri alveg brjálaðir.
Koma gestirnir og Agnar Smári kominn hægra megin. Theodór í hornið. Liðið veikist ekkert mikið við þessa breytingu. Ká Emil, stundi maður. Já, Sigurbjörg ætlaði hann að þykja skjóta en misti svo jafnvægið. Vel gert hjá Myndagas. Það var spurning að sjá, gaman að sjá hvernig Agnar Smári kemur inn í þetta, eins og ég sagði fyrir áleik, hann er svona svolítið svona jóker, hann er ekki feiminn við að skjóta markið og stundum er hann svolítið óskynsamur en það getur líka komað þegar nót að hann klára leiki þegar hann dettur inn á daginn sinn. Já, það fylgist oft að. Fyrstan. Já, með frábæran leikmann við hliðina á sér í horninu til að opna fyrir. Magnaði lofti, klippi fyrir Sigurberg. Theodór. Náði vel spilað hít og af, en mjög klaufaleg sending. Já, hún var á að sérstök. Bananabolti aftur fyrir. Fær smá skammi frá pappa sínum á bekknum. Já. Þeir eru ennþá í 5+1. Við verðum að leysa þessa vörn í IBVF. Línumaður verður að sýna sig og við verðum að sækja bak við Indíánan. Myndi. Kerfi í gang. Theodór kemst inn í sendinguna. Góðguleikmaður og skorar. Kemur gestunum yfir. Myndagas er búinn að eiga allt og marga fyrirsendingar. Hann átti hann bara að þruma boltanum niður í horn. Það er auðvelt að vera hér og segja þetta. Já. Það var nefnilega sniðugt kerfi af Patriki. Hann leyst inn á línuna og þá er... Já, Ígor fær hann, fer í gegn. Glæsilegt. Þetta er flottur leikmaður, ég er ánægður með hann. Hann kemur sterkur inn. Þetta er... En eigum við stakast sóknir þar. Róbert, tekur Magga í karpúsi þarna. Nú eru Vestmannaeyingar að skipta tveimur í vörn og sókn og við eigum að geta nýtt okkur það með að keyra hratt á það og leyfa þeim ekki að skipta. Halda Agnari Smára og Degi inn á þau þurfa að spila vörnina. Það kemur Agnar Smári eins og ég segi. Agnar Smári spilar yfir þetta ekki meira en 3 sóttina og svo honum finnst að hann eigi að skjóta. Myndi, opnar, vel spilað, Strópus. Þá stillum við bara uppráðlega. Já, annars sjáum við keyrðum á það og þeir náðu ekki trófið til skiptingunni. Þannig að Dagur þarf að spila fyrir framann og Agnar Smári í bakverðinum. Kemur Patrikur. Það var Maggi heppinn, hann lenti á eftir honum. Já. Setur kerfi í gang. Strópus á Patrik, fótur. Já, brotti á Strópus, þetta er réttur dómur. Og tekur Sverrir leikli 18-18 og 14 mínútur eftir. Frábær leikur. Sannarlega og þetta er Já. Ég segja bara tala svona heitt. Algjörlega. Þeir eru að sýna þennan Já. þar sem að menn eru virkilega að leggja sér fram og Algjörlega, mér finnst þess að þessi hlutir eiginlega dittu fyrst almennilega inn þegar við fórum að missa menn í meiðsli, við misstum Sissa og Binna í meiðsli og þá bara þjappaði hópurinn sér saman og við erum komið með 5 stig í síðustu 3 leikjum. Það er ekki hægt að biðja mikið meira. Nei. Þannig að ég sammála því, þetta er að réttri leið og mér finnst allt annað hugafæra liðinu núna heldur en í byrjumóts. Miklu meiri vilju og gretta í sigur. Já, það er alveg augljóst. Ég held að
Við verðum með mjög spennandi lið eftir áramót ef við gefum okkur það. Ég veit nú ekki alveg hvernig staðan er af Hnénu að Binna, það var eitthvað óljós síðastri við sig. En ef við fáum Begga, Binna, Sissa og Ditta inn í það, þá verður þetta hörkulið sem við erum með og þá verður bara orðin mikil barátta að komast í hreinlega í hópinn í okkur. Já. Já, ég held við verðum ekki að botninum þegar við förum að tala saman í mars-apríl. Já. Ef þetta gengur. Hendin er komin upp. Kristján með glæsilegt mark. Þetta var rosalega dýrmætt, hendin var komin upp. Herru, hvað er nú að gerast? Vörnin alveg út að þekja í okkur. Vitlaus skipting eða hvað? Maggi Siguróla stoppa leikinn. Já. Besti tímaverður á Íslandi. Með þetta alveg á gjörsamlega á hreinu. Ég er að velta fyrir mér hvort að, ég veit ekki alveg hvað Andri Snær er að gera þarna sem hann er. Það virðist að vera vitlaus skipting. Já, hann er svo Róbert hafi sem hlaupið inn á völlinn. Ég sá þetta ekki en allavega, við vorum allavega 8 inn á vellinum, hann okkur ljóst. Og hann mótmælur svo enginn, þannig að þetta er alveg örugglega rétt. Já, já. Svona fer ekkert fram hjá Magga. Það er bara þannig. Vonum að þetta verði ekki vendipunkturinn í leiknum, Pétur. Þetta getur verið dýrt. En við erum einu marki yfir þegar Vestmannaeyingar fer í sókn, þannig að við vorum að halda. Það var greinlega einhver misskilningur á milli Róberts og Patreks. Þeir eru eitthvað að ræða þetta hana. Já. Félagarnir enda með að gefa 5 og skilja sáttir. Svona bara gerist í handbolta, það er gríðalegur hraði í þessu og menn skipta milli varnar og sóknar og gera svona mistök. Já, það er ekki síst hraði í þessum leik. Ekkert smá. Gríðalega hátt tempo. Sigurbergur, Maggi komin á línuna. Í byrða að spila 4-2, Agnar Smári í gegn. Ódýrt víti verð ég að segja. Já. Það er rosalega skrítin lína hjá dómurunum. Mér finnst eins og það Patrikur fyrir getjana hinum meginn og fær ekkert, snýr sig í gegn. Svo er þarna engin snerting og hann fær víti. Það er mjög furðuleg lína í gangi hjá dómurunum. En Tómas étur þetta! Glæsileg markaðsla. Loksins hann ákvað að skjóta ekki fyrir ofan hægri höslina á klikka kallinn. Búinn að skora held ég úr 5 vítum. Öll á sama stað. Þá fyrir Tómas út af, Patrikur inn á, hann hefur verið með jafnmarka. Það er að segja 6 sóknarmenn, þó sem einu færri, enginn í markinu. Hann kemur greinilega eitthvað kerfi í gang, hann að Patrikur fyrir hann á miðjuna, já, Júka klipping. Mendagas, Patrikur. Já vel, já sjá, hann er aftan, já. Þetta er nákvæmlega sem það er að gera, sækja fyrir aftan Indíánan. Já, mjög vel gert, tíminn líður. Hann var alveg við það að fá hann aftan í sig. 40 sekúndur eftir á brottvísuninni. Já. Þegar tíminn er stöðaður. Hún var ótrúlega dýrmætt að skora, vinna hennan einu færri kafla 1-0 og vera komin 2 mörkum yfir. Já, það er óskastaðan. Sannarlega. IPVF hefði það í 5-1. Patrikur. Róbus. Patrikur fyrir út af til að koma Tómas komist inn á. Það stelur hann að boltanum vel. Skorar, glæsilega gert hjá honum, Elliði Snær. Í gamla daga þetta verið tvígrip, hann slær boltan á höndunum og hann tekur hann upp og triplar áfram, en ég held ég færði með rétt mála, nýju reglurnar, hann má þetta. Þetta er eins og í körfuboltanum, það er ekki tvígrip er þetta gert. Held þess að það hafi verið breytt í sumar. Patrikur á miðjunni. Frikki kemur út. Þetta er nákvæmlega sem það er að gera þessari mót þessari vörn. Patrikur. Fótur á Magga. Þannig voru við hefnir. Þurrka gólfið. Abindur það gríðalegur hraði í þessu. Og erfitt að fylgjast með hvað er að gerast. 11,5 eftir. Staðan í upp. Þetta verður bara eins og síðustu 4 leiki í liðan. Þetta ræðist á síðustu mínútunum, sekúndunum. Já.
Akureyri fari í sókn. Patrekur Strópus yfir í hornið á Ígor. Vel hreyfanlegur, Ígor, já. sækir á. Já, við erum í smá vandræðum að spila á móti þessar framlíkjandi vörn, eða þessum Indjána. Höndin komin upp, myndi Það var vel á gert, Bikka. skorað. Æ, Það var glæsilega spilað, Já. en vantar stúttir. illa slútt að Frikka. Ekki í fyrsta skipti. Heiminn komin sókn. Varnarsmári. Já, Frikkast. Nú erum við líka að skipta tveimur. Þannig að það er mikið að vera milli varnar og sóknar. Nú kemur Andri Snær. Já, þetta er nýtt. Andri Snær er komin í bakvörðinn á móti Agnari Smára. Það er vandalega bara pælingin að gefa Strópusi og Patta, sérstaklega Strópusi, tækifæri á að jafna sig og hvíla sig aðeins fyrir í loka átökin. Það var gríðarlega átöki í vörninni hjá Strópusi. Andri Snær, þarna missir Andri Sigurberg óöfnir í norðtökstunni, en ég get sagt nei. Nei. Þetta er náttúrulega bara hlægilegu dómur. Myndáka stendur grafkjur og hreyfir sig hvergi. Þetta er náttúrulega engu lagi líkt, sko. Þetta er ótrúleg dómgæsla. Og það er eitt að dæma víti, en að gefa svo 2 mínútur. Jesús minn almáttur. Ja, það er alveg á hreinu. Við erum búin að Theodor, hann skýtur á gamla góða staðinn og hann skorar hann. Já, ég vona að dómararnir kíkja þennan leik á vídeo og læra á honum. Þetta er náttúrulega bara ekki boðlegt, sko. Ég held að þetta poppi yfir honum líka. Allt og mörg atriði sem er bara á ekkert skilt í handboltadómgæslu. Hjá báðum liðum, ég er ekki að segja halli endilega meira okkur, hjá báðum liðum. Já. Nú hlut drægir hann að... Já. Þá kemur Garðar í hornið, Kristján fyrir utan. Myndáka sér út 2-2. Enginn í markinu, Strópus. Mér finnst hann alltaf að vera aftan í honum þarna. Patrekur, Kristján Orri. Klippi fyrir Strópus. Ekki með Kristján. Já, með glæsilegt skot. Skýtur hann yfir Magga og Sigurberg. Jafna leikinn. Við erum mínútu eftir. Já. Frikki bakverðinum og opna miðunni. Já, það er galopna hann fyrir. Já, Tómas étur hann. Tómas étur Kára Kristján. Gríðarlega dýrmætt varsla. Hei, strákar. Þetta var klaufalegt. Þarna vildi þeir fá vítakast, nú er ekkert dæmt. Það er aldrei, þetta er bara eins og í lottóinu með dómarna, þú veist aldrei hvað er að dæma. Þarna fer hann aftan í hann, loksins. Þetta er í 3. skipti sem hann fer svona aftan í Strópus. Nú sleppur hann ekki og Sigurberg var líka 2 mínútur. Það er alltaf að verða vitlaust. Þetta er að vera dýrt fyrir gestina. Þeir eru ennþá brjálæðir. Þeir vildi fá víti hérna hinum megin. Þetta var glæsilega gert í Elliðarsna. Hann kom inn á völdin, fiskaði langa sendingu fyrir Tómasi og fór í gegn. Það var farið utan í hann og yfirleitt þetta dæmt víti þegar menn eru snertir í svona hraðablöpi. Þannig að þar fannst mér við sleppa mjög útýrt. Það fannst mér vera víti og 2. En mér finnst þetta reynda rétt að síðan 2 hérna á IBVF, en þetta er svona. Afrikast. Þarna vitum við með frá öðrýning. Þetta er... Ég ætla samt að gefa dómunum það þetta er ekki auðveldur leikur að dæma. Ég skal bara alveg gefa þeim það. Ígor, Strópus. Strópus bara í lofti og hamrar hann í netið! Ég er að fíla hann að gæja! 21-20. Glæsilega gert. Nú erum við á stemningu í húsið. Arnar tekur leikli. Þetta er þvílíkur leikur, frábær skemmtun í einu orði sagt. Já. Hann hefði eiginlega átt að borga 2 mörk fyrir. Algjörlega. Næsti leikur í okkar mönnum er þetta í viku á móti Afturheldingu í Mosfellsbæ. Afturhelding er
hafa verið ansi gloppóttir undanfarið en fengu mistu náttúrulega Birki í alvarleg meiðsli en fengu sín í gær Erni Hrafn sem er frábær leikmaður, spurningi hvað standi hann er. En næsti heimaleikur hjá okkar mönnum er síðan á móti Selfoss í annan 51. desember og þá ætlum við að fylla húsið. Og síðan ef ég maður rétt eigum við F-inga heima í bikarnum mánudaginn, minnum í 5. desember. F-á í bikarnum. Vestmannaeyingar geta einbeitt sér á deildinni vegna þess að þeir duttu út úr bikarnum á móti Selfyssingum heima rétt á Selfossi, heldur að tapa með nokkuð samfærandi þeim leik. Þeir þurfa ekki að spá í bikarinn. Nei. En já, Eyjamenn rétt á Akureyrarliðið F á heima mánudaginn 5. og ef maður rétt líka þá ungmennalið Akureyrar fyrir höndur skemmtilega leik á móti Völsurum. A-liðinu hjá Val, það verður líka gaman að sjá hvernig kjúkleikarnir okkar hvort þeir ná að standa í Völsurunum. Þá koma Eyjamenn, þeir eru 4 í sókninni, þeir hafa markmanninn í markinu. Og þegar við tökum 2 eiginlega úr umferð, Dagur, Agnar Smári, Dagur. Ætlar að sækja fríkast, fara það ekki. Gretar, Dagur kemur 1 á 3. Þetta eru ok. Hann tæpur að skrifa honum hann en fær fríkastið. Arnar sérfræðingarnir Dittu og Sverrir öskra góður á þennan völlin til sinna manna. Ég hræðist eiginlega næst að Theodór hói boltan og skori. Hann er ótrúlega leikmaður, getur skorað úr engu færi. Þannig að fær Theodór boltan. Dagur. Nú lítur hendin að fara að koma upp. Dagur sækir út í hornið. Þegar hann og Theodór, hendin er uppi. Theodór fyrir loftið. Skot sem að Tómas verið slanna. Glæsilegt. Það eru 35 sekúndur þangað til að Vestmannaeyingar fá 2 leikmenn inn á. Nú er eins og kröfur, ég vil bara skora strax. Yes, og Kristján skorar. Glæsilegt. Og núna þurfa Eyjamenn að þrauka í 20 sekúndur 2 færri. Kolbeinir viljandi lengi ná í boltan í markið. Klókur. 13-12 sekúndur í mennina. Við komum framalega, tökum 2 út. Þeir þurfa að þrauka þetta í 7 sekúndur í viðbót. Og endalega kemur hendin upp fljóta. Þá erum við rétt margir. Kári kemur inn á. Og Sigurbergur, Dagur. Dagur með boltan. Bara til á línunni. Gerðu þess að varnarvinni, Pétur. Við erum eins og menn eru eins og trilltir víkingar í vörðinni. Þetta er frábært að segja. Og Tómas er glæsilegt. Tómas er búinn að vera frábær. Enda er hann búinn að vera með frábæra vörðinni fram að sig líka. Og góður áhorfendur, þið sem eru heima núna að horfa, ánægðir með það þessi að horfa og hlusta á okkur, en þið eruð að missa af miklu. Já, það er eiginlega bara kjánalegt að vera ekki hérna í húsinu að taka þátt í þessu. Það er þvílík stemning á bollanum. Og liðin bæði að spila flottan handbolta, mikið af mistökum en líka mikið af flottum handbolta. Garðar, ógnarinn á miðuna, hvergi bangið, þetta er bara klaufalegt. Ekki gott. Garðar bara láta boltan ganga. Kemur Sigurbergur, opnar fyrir Gretar. Það skora. Þarna var engin ástæða fyrir Garðar að vera eitthvað að sækja inn á miðuna. Sóknin er að byrja. En jæja. En við erum einu marki yfir 22-21. Spurning hvort að rúmar 5 mínútur eftir á leiknum. Það gæti orðið langar. Já, það verður langar. Spurning hvort að mynd ákast fyrir ekki að bara koma aftur inn á. Strópus að Patrik. Við verðum að skora þessari svo. Það er bara þannig. Kristján fyrir loftið, ítti hann. Já! Skorar! Þetta var fallegt. Glæsilegt. Magnús með boltan á Sigurberg. Og þannig að gerist eitthvað á línunni. Eitthvað á línni. Ég sá ekki hvað gerist. Róbert alltaf að baðast afsökunar þarna strax. Áhorfendur byrja að láta í sig heyra. Fílar ekki þegar menn detti í jörðina. Þó er örugglega enginn að sé hvað gerist. Já, IBVF með sama sóknarliðið. Agnar Smári hægra megin, Dagur á miðjunni. Sigurbergur vinstra megin.
Vinnur þarna með... Nei. Jæja, hann vill minna hann að slegið sig í handlitið. Já, ég sá þetta ekki nógu vel. Já, ég ætla nú að gefa honum að hann hafi fengið smá í handlitið, en þetta var, já, þá vinna hérna Kári og Sigurbergur saman á móti Garðari og Kristjáni. Já, það tekst, þeir kunna þetta, víti. Það þarf ekki alltaf að gefa 2 mínútur eftir víti, en ja. Garðar fær hérna 2 mínútur. Maður sá hérna með löngu fyrirvara hvað var að fara að gerast. Sigurbergur og Kári ætluðu bara að klára þetta nákvæmlega svona. Það er Tómas. Með Theodór. Ói, Tómas er í honum, en Theodór skorar. 2 og við erum einum færri í 2 mínútur. Já, nú reynir á okkur. Frikki fyrir hægra hornið. Nei, við ætlum að taka markmanninn út af. Það myndi kemur inn á, Kristján Orri fyrir aftur niður í horn. Kristján reynda búinn að vera frábær í skyttunni. Ég held að Ígor skori núna, Pétur, sammála því. Hvað segir þið? Ég held að Ígor skori núna. Já. Strópus. Já, klókur. Ætlaði bara að frikkast þarna, ekkert annað. Tefja tíman, það er 1:20 í mannin. Stillum upp. Patrekur. Strópus, nei, Myndókas fyrir loftið, opna fyrir... Nei, þetta er enn einn svona sendingin. Rosalega klauðalegt. Theodór jafnar leikinn. Alveg öryggið uppálað. Myndókas er búinn að eiga allt og margar svona fyrirsendingar. Þetta er ekki búið. Rúmar 3 mínútur eftir þessu leik. Þetta var dýrt. Já. Spurning hvort að Myndókas á ekki bara verið í horninu. Kristján er bara að vera frábær í skyttunni. Já. Myndókas fyrir horni núna, Patrekur hægra megin, Kristján á miðina. Þá tökum við væntanlega kerfi sem heitir Flens, þannig að Patrekur endar henn á miðjun aftur og Kristján kemur hægra megin. 3 mínútur eftir. Jó, hann kemur af. Kristján, Patrekur, sækir á, opna fyrir Strópus. Kristján, í loftið. Já. Mér finnst Elliði Snær komast svolítið upp með að fara í skothendina en menn eru komnir í loftið. 2 mínútur á Agnar Smára. Nei, á Theodór. Við kvörtum ekki við því, Pétur, að missa þennan snilling af velli. Nei, þetta var Maggi, já. Theodór reyna það inn á. Það eru leikmenn eins og Theodór sem að geta klára svona leiki, við vitum það alveg. Já. En Maggi fekk 2 mínúturnar. Þá erum við 5 á móti 5 hérna. Markmenn í báðum mörkum. Kristján. Arnar hleypur hann inn á völlinn og pantar ónulega blokkeringu. Þetta er náttúrulega, þetta hef ég aldrei séð áður. Arnar kom hleypur til dómarans. Sagði að þetta var ónulega blokkering og hann dæmdi það bara með. Þetta var alveg magnað. Já, það getur maður sagt. Ég vissi ekki að þetta væri hægt, en þeir eru alltaf að genna ykkur eitthvað nýttir sér dómarar. Það er ekki enda búið að dæma ólulega blokkering og Kára Kristján. Og ef við horfum að hann hvernig hann vinnur, þá er þetta mjög skrítinn dómur. Agnar Smári í loftið, Sigurbergur. Kemur hann þess að körfuboltamaður með skot, ekki dæmt, vel gert. 2 mínútur eftir, allt jafnt. Já, en ég ætla að segja aftur, ólögleg blokkering á Friðrik, að þá var þetta að dæma svona 20 svona brot á Kára Kristján í leik ef þetta er ólögleg blokkering, ég verð bara að segja það. En kannski Sverri ætti bara að panta þetta á dómurunum. Strópus, Kristján, missir hann að boltan, Kristján kemur á, hanna já, loksis, þetta er það sem myndi hefur ekki gert, glæsilega gert.
Ígor á frábæran leik. Já, þegar Teddi ætlar að stela boltanum svona, þá verða menn að þrumunum í hótt. Myndi ákast sem bara klikkaði 5 sinnum, en Kristján Orri er bara svo klókur að hann lesi þetta og þruma boltanum í hóttnið. Heyriði stemminguna. Og Ígor kemur okkur yfir. Mínúta eftir. Við hljóttum á að koma allra á með stig og við viljum 2. Dagur, Sigurbergur. Og Ígor mark. Skorar ljótt mark. Ef við getum sagt sem svo. Já, Okkar megin. kloppaði Tómas. Já, nú reynir á klókindin. Já. Hver þorir? 24. Við megum bara ekki gera mistök. Við verðum að klára þetta við slútti. Ekki með tæknifeil. Sverri tilbúið með spjaldið. Og leggur hann Tekur leikliðra hálfmínútur eftir. Það er einhver mistök á klukkunni. Já, það líði þarna einhverjar sekundur á að leikliðið var tekið. 31 sekúndur eftir það. Já, nú vona ég að Sverrir leggi leikliðið þannig upp að við ætlum okkur þetta stig og helst 2. Bara, að eina sem má ekki gerast að við töpum þessum leik með einu marki. Það væri hrikalegt. Hann hlýtur að stilla sig þannig upp að við spilum frekar lengi, eins lengi og við getum að hending kemur upp og reynum að klára þetta með einhverju kerfi og slúti. Já. Já, það er bara eins og oft hefur maður séð leiklið tekið hálfmynd eftir og svo tekur einhver ótímabær skot þegar allt og mikið er eftir og menn fá mark í baki. Það er eina sem má ekki gerast. Ekki ótímabær skot. Nema náttúrulega verði mark. Þá fögnum við því en. Já. En þá er líkur að þeir skori á móti. Já, ég held að Ígor í vinstra horninu skori sigur marki í þessum leik. Já, þú veðjar því. Ég veðja það. 24, hálfmynd eftir. Leikurinn komin í gang. Þeir taka Kristján Orri umferð. Það er klókt hjá Arnari vegna þess að það er örugglega eitthvað kerfi sem átt að vera í gangi og sem núna gengur ekki upp. Þarna fáum við gefins fríkast. Já, algjörlega gefins, 15 sekundur. Þetta var krúsjál. Stroppus. 10. Nei, sláinn í hnéðanum og ég sá ekki, var hendið komin upp? Ég held ekki. Nei. Spurning hvort að hann hefði nokkuð þurft að skjóta. En núna bara eigum við að hætta að fá mark í andliti. Mér fannst þetta ótímabær skot. Ég held að hendin hafi örugglega ekki verið komin upp. En ég held að boltinn var að fara í slána í kolbinn og inn en það fór í slána í löppinu á kolbinn og aftur fyrir. Nú er spurning hvort að Kolbeinn tekur markkasti og hleypur svo út af. Hvort að Arnar vill hafa 7 í sókninni. Já. Ég held að hafa engu að tapa á því, ég myndi að það að gera það í hans sporum. En Kolbeinn verður að taka markkasti fyrst. Nú er ekki alltaf spurning hvort það verður eitthvað grótt brot og menn fá rauðarspjaldið. Dómarinn hann tensa, ég hræðist það, en við skulum sjá. Jó, mér sýnist Kolbeinn eigi að hlaupa strax út af. Þeir ætla að vera 7. Þeir ætla sennilega að vera 7 þessar síðustu 5 sekundur. Það eru 7 sekundur, 8 sekundur eftir á klukkunni. Jó, hann hleypur beint út af. Magnús Jókonsson, Sigurbergur, Magnús Stefánsson. Brjótið innum stráka mínir. Það er Tómas Ver. Þvílík. Þarna liggja 4 í teiknum, það er lýsandi fyrir hennar leik. Ég held að þetta séu bara sanngjarnt úrslit þó að hefðum auðvitað viljað 2 stig en Já, mjög gjarnan. En Tómas varði vel þarna. Þetta voru bara slagsmál í 60 mínútur. Frábær leikur og hrós til beggja liða. Algjörlega frábær leikur. Geggjaður leikur. Nú verða þeir sem eru heima hérna fyrir norðan að horfa á okkur og hlusta á okkur. Þið mætið á næsta leik. Þetta er þvílík skemmtun. Það er miklu skemmtilega að vera á staðinum og finna lyktina af klístrinu og svitanum og hérna styðja sína menn. Algjörlega. En 1 stig var það og við erum komin í 8 stig og IBVF hefur komið í 12 stig. Við erum ennþá á botninum en aðeins 1 stig eftir Gróttu fram á Stjörnunni. En IBVF jafnar Selfoss að stigum með 12 stig. En mikið stigandi í leik Akureyrar undanförnum leikjum og
Það eru miklu skemmtilegur að horfa á liði núna þegar þetta er miklu meiri svona karakter í þessu og stemning og allt annað að sjá þetta. Já, það er allt annað, ég tek algjörlega undir það. Hvetjum alla til að mæta hingað í K.A. heimili að næsta leik sem er gríðarlega mikilvægur á móti Selfossi heima. Annan fimmtudag, við eigum afturöldingu út í þessu næstkomandi sunnudag. Og við þurfum að fara að skrifa upp töfluna og það er alveg kjörið að vinna í Mosfellsbæ og svo hérna Selfoss heima. Kristján Orri er valinn maður leiksins hjá heimamönnum og frábær í dag. Tómas var líka frábær og það er hægt að telja margar strópur svo flottur. Ég var ánægður með innkomin hjá Ígor, virkilega flottur leikmaður. Hann átti mjög góð. En hörkuleikur í K.A. heimilinu endar með jafntefli og ég held að þetta séu sanngjörn úrslit. Já, algjörlega. En það er að byrja hérna síðan önnur útsending núna eftir hálftíma klukkan 4 þar sem að K.A. Þór stelpurnar taka á móti F-fáingum og við hvetjum ykkur að sjálfsögðu til þess að koma helst í K.A.-húsið en annars að kíkja á þann leik á netinu. Pétur, eru við ekki góðir í dag? Við erum góðir í dag, þökkum fyrir okkur, Pétur Guðjónsson og Geir Kristinn. Takk.